Gerir það sko, og þá náttúrulega þegar við erum að tala orkuna, þá er þetta ein af auðlindunum sem við viljum njóta góðs af og þá kemur spurningin hvernig getum við gert á skynsamastan hátt. Og þá til dæmis ef við erum að tala að selja orkuna beint úr landi, það nokkurn veginn það sama og að í rauninni gefa þá öðrum þjóðum veiðiréttindi við Íslandsstrendur, það ekkert annað. Og það má vel vera það sé besta lausnin, en það væri dálítið fáránlegt að gera á þess að hafa lagt mat á það fyrst allavega. Og þá náttúrulega eru aðrir möguleikar til staðar, ef við erum að tala til dæmis orkunotkun á landinu, þó svo að við séum með mjög haldbæra orku og vistvæna öllu leyti í sambandi við þá húsnæði og iðnaðarrekstur, og þá bara kíkja hérna út og líta á bílaflota landsmanna. Þetta töluvert mikil olía og bensín sem brent hérna hverju ári. Þetta þurfum við að kaupa dýrum dómum erlendis frá. Nú orkuverðið mjög lágt, ef við erum að tala um olíu, $50 það bil í fatið. Það ekkert langt síðan þetta var $140. Af hverju þetta svona lágt? Við getum bara spekuleraði því. En það nokkuð víst að þetta ekki eftir að halda svona lágt til langframa. Sem þýðir það að við eigum eftir að borga 3 sinnum meira fyrir olíuna á þennan bílaflota heldur en við gerum núna. Og þá kemur spurningin, getum við losnað undan því? Já, við getum það. Það bara að kíkja til dæmis þá framleiðslu sem Toyota og Hyundai hafa í dag, það sem að gerast í Kaliforníu. Það verið að byggja stöðva þar til þess að þá dreifa vetni á háþrýsti formi. Þetta 700 bara tankar sko. Og ef að plönin standast þá það bæði Danmörk og England sem að byrja að væða með þessum búnaði í haust. Þannig að byltingin hérna. Og þannig í rauninni möguleikar fyrir okkur að nota þá umfram orku til þess að drífa bílaflotan sem fyrsta skref, af fleiri skrefum. Vegna þess að seinna meir höfum við náttúrulega til dæmis þá fiskiðnaðinn, fiskibáta, togara og síðan getum við hugsað líka fraktskip og annað slíkt þegar aðra þjóðir eru komnar á það stig að nota sömu tækni. Vegna þess að við erum að hafa einhvað sem gengur að nota innan þess ramma sem á að nota. Og þá náttúrulega við búum með eyju og erum með bíla, þá það mjög einfalt. Og þannig hægt að stýra neyslu á mjög einfaldan hátt eins og við gert annars þar. Það að lækka tolla eða fella niður tolla á þeim bifreiðum sem æskilegt að nota, samkvæmt framtíðarsýninni sem þjóðin verður að skapa. Vegna þess að ég sem útlendingur á náttúrulega ekki að segja Íslendingum hvaða framtíðarsýn þeir eiga að hafa. En það væri sorglegt ef að fólk væri platað inn í einhverja framtíð sem maður vill alls ekkert eiga. Og þetta til dæmis einn möguleiki til þess að nýta þá orkuna sem til staðar í landinu á mjög góðan hátt með þeirri tækni sem til staðar og þar með minnka þörf okkar á að eyða gjaldeyri. Í staðinn fyrir að selja orkuna ódýrt og fá einhvern gjaldeyra til þess að borga olíuna til dæmis.